Hátt í 10 NATO-þjóðir hafa ákveðið að senda hermenn til Grænlands. Varnarmálaráðherra Danmerkur segir hættuna gagnvart Grænlandi ekki liðna hjá, þrátt fyrir að samræður séu hafnar milli Dana og Bandaríkjamanna. Dósent í refsirétti furðar sig á að 5 ára fangelsisdómur manns fyrir alvarlegt ofbeldi gegn sambýliskonu sinni hafi verið skilorðsbundinn. Hann er nú ákærður fyrir gróf kynferðisbrot gegn ungri stjúpdóttur sinni. Það er eins og lífið í húsinu stöðvi, segir kona í Kív sem býr við kulda og myrkur vegna rafmagnsleysis af völdum árásar Rússa. Neyðarástandi hefur verið lýst í orkumálum í landinu. Bæði ungir og aldnir flykkjast á námskeiðum gervigreind til þess að læra allt kosti hennar og galla. Hún er kurteis og með svör á reiðum höndum við flestum spurningum. Hvernig slekki á hasardljósunum í Tesla? 30 ár eru frá því landsmenn kynntust litríkum persónum Latabæjar. Haldið verður upp á það með sýningum helgina en kynslóðaskipti hafa orðið í leikarahópnum. Komið sæl. Danir ætla að hafa varanlega viðveru hermanna á Grænlandi. Hermenn voru sendir frá Danmörku strax í gærkvöld sem og flugvélar. Þá sáust varðskip á siglingu við Nuuk, höfuðstað Grænlands. Troels Lund Poulsen, varnarmálaráðherra Danmerkur, segir að það til standi að þetta verði upphafið að varanlegri viðveru danskra hermanna en öðrum þjóðum verði boðið að taka þátt í æfingum. Þær séu nú í undirbúningi. Poulsen svaraði því ekki hvort tilgangurinn væri að senda Bandaríkjamönnum skilaboð vegna ásælni þeirra í Grænland. Det er jo ikke sådan, at faren nu er drevet over. Der er jo stadigvæk en stor uenighed i forhold til synet på Grønland. Hvad ligger du i den her arbejdsgruppe, der nu er nedsat? Er det et godt tegn for Danmark? Det er da bedre, end der ikke er nogen arbejdsgruppe. Så det er da et skridt i den rigtige retning, men det betyder jo ikke, at den amerikanske præsident ikke stadigvæk giver udtryk for nogle synspunkter, som jeg er dybt uenig med den amerikanske præsident i. Det er ikke sådan, at USA kan overtage en del af et andet NATO-lands territorium. Det har vi jo også meget klart sagt, at det er jo en fuldstændig fundamental rød linje. Það eru ekki aðeins Danir sem nú hafa ákveðið að senda eða hafa þegar sendt hermenn til Grænlands. Frakkar hafa þegar sendt fótgöngulið til landsins og ætla á næstu dögum að bæta við fleirum, þar á meðal sjó- og flughermennum. Fjöldinn er ekki tilgreindur. Þjóðverjar ætla að senda 13 hermenn, Norðmenn ætla að senda 2 hermenn og Hollendingar 1 herforingja. Þessir hermenn eiga að taka þátt í fyrirhugaðri heræfingu. Tilkynnt var þessi auknu umsvif í gær og í dag og verða þau að túlkast sem viðbrögð við fundi utanríkisráðherra Grænlands, Danmerkur og Bandaríkjanna í gær. It's very important to say it again that how important it is from our side to strengthen our cooperation with the United States, but that doesn't mean that we want to be owned by United States. Utanríkisráðherra Danmerkur mætti síðan í viðtal á Fox News og sagði mikilvægt að nú hefði verið samið umræðuvettvang varnir Grænlands. Hann var spurður beint hvort hann héldi að Bandaríkin myndu ráðast í Grænland. No, at least I do not hope so, because I mean that will be the end of NATO. Of course we have our red lights. I mean this is 2026. You trade with people, but you don't trade people. En forseti Bandaríkjanna hefur í það minnsta ekki breytt skoðun sinni. I'm not going to give up options, but it's very important. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland, but there's everything we can do. Hann segist jafnframt telja að málið leysist á einhvern máta, en það var ljóst í viðtali við grænlenska ríkissjónvarpið að málið hefði tekið töluvert á utanríkisráðherra landsins. Naarakkersuusoqarfitsin amerlangikkaruarpuut oqaastaan nuannarisannikkaruarpauqaatigissallugu kisianni nukittoruissuugut tamaviarpuut kisiaam ullutkingiilliitsoorunam attortittoorpunga tuqqatserpunga. En Hallgrímur, nú verður þeim þjóðum fjölga mjög hratt sem ákveða að senda hermenn til Grænlands eftir fundin. Já, hvað segir það mat þeirra á stöðunni?
Það segir kannski að þeir telja þessa stöðu býsna viðkvæma. Það eina sem náttúrulega kom út úr þessum fundi í gær var að það fer þessi viðræðuhópur í gang og umræðan svona flyst frá samfélagsmiðlum og fjölmiðlum inn í þennan hóp. Það telja flestir vera jákvætt og í raun og veru þetta ákveðið haldreipi fyrir marga. En Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, hún sagði í yfirlýsingu í morgun að afstaða Bandaríkjanna hefði í raun og veru ekkert breyst. Þeir vilja áframstjórna Grænlandi og þetta það sem þessar þjóðir hafa í huga og rétt að geta þess að Eistland hefur núna bæst við þær þjóðir sem ætlaði að senda hermenn til Grænlands. Það klárlega verið að veita táknrænum stuðning með þessu og gera Bandaríkjamönnum aðeins erfiðara fyrir að svona taka Grænland með valdi. Það yrði vissulega erfiðara fyrir þá að fara í gegnum bandamenn sína hjá NATO þó að herliðið sjálft sem slíkt verði kannski ekkert mikil fyrirstaða fyrir bandaríska hermenn. En nú drást Ísland inn í þessa umræðu alla með þessum óheppilegu ummælum verðandi sendiherra Bandaríkjanna hér á landi. Hvað þýðir það? Þetta hefur kannski ekki rosalega mikla þýðingu núna. Það var haft eftir Billy Long sendiherranum að kannski Ísland næst og hann á að hafa sagt þetta í hálfkæringi við bandaríska þingmenn núna fyrir í vikunni. En hins vegar í viðtali við miðilinn Arctic Today þá baðast hann afsökunar og ummælum, sagði þetta hafa verið grín og hlakkaði til þess að vinna með Íslendingum. En það reyndar rétt að geta þess að öldungadeild Bandaríkjaþings á ennþá eftir að staðfesta útnefningu hans sem sendi hér á formlega. En eitthvað að segja, Hallgrímur, á þessu stigi hvernig framhaldið lítur út? Já, við vitum til dæmis ekkert það hvenær þessi viðræðuhópur fyrir að funda. En það var greint frá því núna síðdegis að Mette Frederiksen mun hitta sendinefnd 11 bandarískra þingmanna sem hefur enda verið í Kaupmannahöfn í einhver örfáa daga og nefndin hitta líka forsvarsmenn danskra fyrirtækja. Grænlendingar hafa einmitt miklar áhyggjur af framhaldinu og þó að þessi viðræðuhópur sem hafi verið settur á stofn og fundinu mikið æra hann kannski rói þá aðeins svona til skemmri tíma þá hafa þeir áhyggjur af stöðunni þegar til lengri tíma er litið. Sometimes I feel I live in danger also because I have seen on the media about Venezuela have been bombed. I am also afraid that if an offer comes with money or with like a package of a lot of different things, including money, and we decline it, then I don't want to think about the next step. Maður sem ákærður fyrir sérlega gróf kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni fékk 5 ára dóm fyrir gróf brot gegn móður hennar fyrir 2 árum. Hann satt aldrei inni því móðirin baðst vægðar fyrir hann. Dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík furðar sig á dómnum og segir afleiðingarnar dapurlegar. Maðurinn situr í gæsluvarðhaldi og hefur verið ákærður fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni á heimili fjölskyldunar. Stúlkan var þá 6 til 9 ára. Maðurinn á 2 yngri börn með móður stúlkunar. Í febrúar 2024 hlaut maðurinn 5 ára fangelsisdóm í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir ítrekað og gróft ofbeldi gegn sambýliskonu sinni, móður stúlkunar. Sá dómur var alfarið skilorðsbundinn sem fátítt fyrir jafn alvarleg brot. Konan baðst vægðar fyrir manninn. Hún hafði sæst við hann og sagði að maðurinn hefði breytt hegðun sinni og væri orðinn nærgætinn og góður maki og faðir. Dósent í refsirétti við HR segir að 5 ár hafi ekki verið þungur dómur fyrir brotin sem voru mörg og gróf. En að skilorðsbinda hana dóma öllu leyti, það kom mér verulega óvart og líka eiginlega hvernig dómarinn teldi fram afstöðu konunar, vitandi kannski það eða ætti að gera sig grein fyrir hvernig þolendur brota af þessu tagi, hvernig oft á tíðum manipúlera með þá, ógnina sem þeir hafa búið við, þeirra mótstað oft á tíðum broti niður og hvernig hann eiginlega nýtti hennar afstöðu sem röksemdir fyrir skilorðsbindingunni í stað þess að hann tæki þær svona á meira hlutlausan hátt og rökstyddi þá sína niðurstöðu fyrir skilorðsbindingu með þeim hætti. Beiðni konunar hafi afhjúpað hversu viðkvæmri stöðu hún var í, hvort sem hún hafi gert það að eigin hvötum eða vegna nauðungarstjórnunar. Fyrir dómi sagði hún að fangelsisvist myndi bitna meira á sér en honum, hún gæti ekki staðið undir afborgunum og húsnæði ein, myndi missa heimili sitt og þyrfti að hætta í námi. Hvernig má það vera að þetta séu hennar
röksemdir og forsendur sem dómarinn byggir líka mikið á þegar við vitum öll að þessi maður hefði getað snúið við henni baki hvenar sem honum sýndist. Ég hefði talið eðlilegt að ákæruvaldið hefði áfrýjað þessum dómi til þess að fá þá allavega æðri dómstól til þess að leggja blessun sína yfir þessa refsiákvörðun og útfærslu hennar. Ekki er hægt að slá því föstu að börn sem dvöldu á vöggustofu árið 1974 til 79 hafi sætt illri meðferð. Opinbert eftirlit hafi þó verið óviðunandi, næturvaktir fáliðaðar og börn dvalið of lengi á vöggustofu allt upp í 4 ár. Þá er dánartíðni þeirra mun hærri en jafnaldra þeirra. Í október 2023 var gefin út skýrsla starfsemi vöggustofa í Reykjavík 1949 til 73 og þar kemur fram að umönnun barna hafi verið ábótavant þannig að hún féll undir illa meðferð. Skýrslan sem kynnt var í dag er því framhaldsathugun á þeirri starfsemi en fyrir árin 1974 til 79. 90% barna sem vistuð voru á vöggustofum voru undir 6 ára aldri en þó eru dæmi vistun allt að 15 ára barna. Niðurstaðan er sem sagt sú að hvað sem að því líður að sannarlega þungbæra hluti að ræða að þá sé ekki í starfsemi stofnunarinnar sjálfrar fyrir hendi þær aðstæður teljist fela í sér illa meðferð og ofbeldi með almennum hætti í skilningi laga. Þá hafi almennt verið opnað á samskipti við foreldra og áhersla lögð á að sinna hverju og einu barni, en næturvaktir voru á fáliðaðar og dæmi eru að börn hafi dvalið of lengi á vöggustofu en helstu ástæður vistunar eru veikindi eða aðstæður á heimilum. Það eru dæmi að börn hafi verið á stofnunni frá einum degi undir viku upp í 4 ár. Þótt aðbúnaður sé betri á þessu tímabili en var og möguleiki á samskiptum við foreldra hafi verið betri, hafa afdrif barnanna ekki verið betri. Mun stærri hópur þeirra er á örorku miðað við íslenska jafnaldra. Sama má segja dánartíðni. Sú niðurstöðu er líka sláandi. Dánartíðni hópsins sem við skoðum er 13,4% en 4,8% í hópi jafnaldra. Sigríður, þið ætla að halda áfram að fjalla þessa skýrslu í Kastljósi. Já, það passar. Við fáum til okkar Steinar Immanuel Sörensen sem var á vöggustofunni sem barn á þessum tíma og líka Árna H. Kristjánsson sem er einn af 5 menningunum sem upphaflega óskuðu eftir því að vöggustofan yrði rannsökuð og nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að börn hafi ekki hlotið illa meðferð samkvæmt skilningi lagana og við ætlum að fá bara svona þeirra viðbrögð við þeirri niðurstöðu. En svo verður nú líka í þættinum smá skammtur af ormstungu á rappformi og snjómokstri á Akureyri. Mér skilst það sé hvergi að vel mokað heldur en þannig fyrir norðan. Nákvæmlega. Takk fyrir þessi Sigríður. Við missum ekki að Kastljósi. Og að allt öðru. Árásir Rússa á orkuinnviði í Úkraínu hafa leitt til þess að neyðarástandi hefur verið lýst yfir í orkumálum. Íbúi í Kív segir að kuldinn dragi allt líf úr heimilinu. Þessar myndir náðust á öryggismyndavél í Lvív þegar dróna var skotið á leikvöll. Mánuðum saman hafa Rússar gert daglegar dróna og eldflaugaárásir á Úkraínu sem aðalega beinast að orkumannvirkjum. Afleiðingarnar af því eru endalausar viðgerðir oft til bráðabirgða til að koma ljósi og hita á heimilin. Til dæmis í þorpinu Boryspil í Kív-héraði þar sem íbúar fá rafmagn í 4 tíma á sólarhring. Þar er nú 15 stiga frost. Бригади всі працюють в посиленому режимі. Ніхто не дивиться на робочий час, на добу. І зранку виїжджають, і до ночі працюють. Venjulegar fjölskyldur þurfa að beita öðrum ráðum til að halda birtu og yl á heimilum sínum. Ліхтарики. Так. Опалення немає. В садочку теж опалення немає. Því er 5 ára dóttirinn oft tekin með í vinnuna. Так, дуже холодно так, коли немає світла. Ми тоді п'єдами накливаємося і так ходимо. Tetjana býr einnig við rafmagnsleysi og kertin eru mikið notuð. 2 synir hennar berjast í stríðinu. Ótti hennar jókst þegar dróni sprengdi blokkina við hliðina á henni. Остывают стены. Стены остывают, и как будто бы останавливается жизнь в доме. Вот такое ощущение. Ходишь по холоду, поэтому... Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu hefur lýst yfir neyðarástandi í orkumálum til að stjórnvöld geti hjálpað beint til við orkuöflun. Á sama tíma auka rússnesk stjórnvöld pólitíska pressu. Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима. Мы об этом говорили. И сужается коридор для принятия решений киевским режимом. Пережить, конечно, это тяжело.
Да, так, Великую Отечественную войну пережили, а тут еще такая война. Ужасная. 400 manns, þar á meðal börn, gista í Grindavík á hverri nóttu. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir fjölgunin að gera rýmingu erfiðar en ella, en fjöldinn sé viðráðanlegur. Hér ein sprunga innan girðingar hérna í Grindavík, en það búið að reyna að fylla upp í flesta sprungurnar og þetta girt af svona, en það auðvelt að komast framhjá upp eða niður eða til hliðana. Allar stóra sprungur eru afgirtar og eru mannheldar. Það er einbeitt að brótavéla til þess að fara yfir girðingu en það þarf alveg einbeitt að vilja til þess. Í nýju áhættumæti frá áramótum sem gert var fyrir Grindavíkurnefnd áhættu fyrir þá sem dvelja eða starfa í Grindavík skipt í tvennt. Áhættan miðlungs fyrir almenna íbúa, fyrirtæki og viðbragðsaðila en há áhætta fyrir nýja íbúa og fólk í viðkvæmri stöðu. Grindavíkurnefnd hefur óskað eftir upplýsingum frá bænum hvað bærinn hefur gert og hyggist gera til að tryggja öryggi barna. Þau eru hérna með foreldri sínum og ábyrgð sinna foreldra og hér ekki mikið að börn séu ein út á rölti á kvöldi, heldur eru með sínum foreldrum. Fleira fólk býr í bænum en áður. Þetta hefur farið fjölgandi núna svona síðustu misserin. Við höfum verið að meta sem svo að það sé kringum 400 manns. Einar Sveinn slökkviliðsstjóri og samstarfsfólk hans gerir manntal meðal annars með því að fara bæinn að nóttu til einu sinni í viku og telja bíla við hús. Í síðustu talningu var gist í 150 húsum. Við erum auðvitað störfum á óvissustigi þannig að það getur komið til eldgos á hverju stundu þannig að það gerir auðvitað allar rýmingar aðeins svona erfiðar í framkvæmd en við ráðum við stöðuna eins og hún er. Fyrir utan bráðabirgðagrindverkin í kringum sprungurnar og ónýtu húsin lítur flest eðlilega út í bænum. Rjúpur eru reynda farnar að spóka sig á leikvöllum og meira af gæs en áður. Áfram aukast og líkur á eldgosi. Kvika heldur áfram að flæða inn í kvikuhólfið undir Svartsengi. Þar nú 20 milljónir rúmmetra af kviku og nálgast það hæsta sem áður hefur mælst. En við mögum ekki gleyma því að atburðurinn hætta fullir, þannig að við erum á þeim tímapunkti núna hvort að atburður sé lokið ekki. Þetta hættir ekki tómt, þetta hættir fullt. Þeir sem búi í bænum vita nákvæmlega hvað snýst, þannig að ég held að fólk eigi það sameiginlegt að líða bara mjög vel þeir sem búi í bænum, enda frábær staður að vera á. Nýtt hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ var formlega opnað í dag. Fyrrum félags- og húsnæðismálaráðherra segist ætla að halda áfram að fylgja eftir uppbyggingu hjúkrunarheimila þó hún sé komin í annað ráðuneyti. Hjúkrunarheimilið stendur við Krossmóa og á 4 hæðum. 80 rými skapast við þessa viðbót, þar af 50 fyrir nýja heimilismenn. 60 eru þegar fluttir inn og gert ráð fyrir að rýmin verði fullnýtt fyrir lok mánaðar. Þetta hefur bara gengið vel hjá okkur, okkur vantaði orðið nýtt hjúkrunarheimili á Suðurnesjum en auðvitað þetta hjúkrunarheimili eins og öll fyrir alla landsmenn. Þannig að þetta ekki bara hér fyrir Suðurnesjamenn. Yfir 700 á biðlista eftir hjúkrunarrými og hafa aldrei verið fleiri. Skortur á hjúkrunarrýmum fyrir aldraða hefur verið viðvarandi í lengri tíma en á síðustu 5 árum hefur biðlisti tæplega tvöfaldast. Ragnar Þór Ingólfsson, nýr félags- og húsnæðismálaráðherra, komst ekki til að klippa á borðan og forveri hans mætti í hans stað. Við tókum þá sameiginlega ákvörðun þar sem ég hef verið að vinna að uppbyggingu hjúkrunarheimilanna og teikna upp framtíðin upp á 1507 hjúkrunarrými að þá mun ég halda áfram að fylgja þeim. Það var ýmislegt búið að fara á stað áður en að við komum til sögunar og við höfum fengið að fylgja því eftir og svo ennþá fleira nýtt sem er að gerast. Gervigreindin getur leyst vandamál fólks á öllum aldri og námskeið til að læra á hana njóta mikilla vinsælda. Rithöfundur spenntur fyrir gervigreindinni en hún þurfa að bæta sig í íslenskri bragfræði. Þá ég bara til staðar. Gervigreindin kurteis. Góð spurning. Þetta mjög algengt að fólk lendi í þessu. Og hjálpsöm. Ég hef verið að taka íbúfen núna í 2 mánuði á hverjum degi. Reyndar bara 1 töflu á dag. Svo var mér sagt að maður mætti ekki taka íbúfen eitthvað endalaust. Getur þú hjálpað mér? En svo litið fljóta á sér stundum. Great, thanks for asking. How about you? How's your day going so far? Hún svo æsti að hjálpa mér. Hún bara alveg. Ég nota gervigreindina eiginlega svolítið mikið hverjum degi. Bara svona eins og uppflettibók. Þetta eins og lítil alfræðiorðabók. Mér dettur eitthvað í hug. Ég svolítið svona
mikið að hugsa heilsuna og mat, hvaða matur hollur, þá spyr ég oft, þetta hollt? Hvað er þetta hollt? Hver eru næringagildin? Fyrst var ég ofta að skrifa spurningarnar en svo fann ég út að maður ýtir á mikrofónin, þá spyr ég til dæmis, ég ofta að setja valhnetur í morgunmatinn minn, ég veit að það hollt og þá segi ég hef heyrt að það þurfa að leggja valhnetur í bleyti, það rétt? Hvers vegna á að gera það? Laufey er ein þeirra sem sótti gervigreindarnámskeið hjá Félagi eldri borgara í vikunni. Félagið hefur haldið 5 námskeið, það hefur verið uppselt á þau öll og því ljóst að gervigreindin er líka vinsæl. Fróðlegt verkfæri, ekki heilbrigðisstarfsmaður. Leitið til faglæknis eða lögfræðings fyrir ráð sem skipta máli. En hægt að treysta á hana? Það er náttúrulega að taka hlutunum með fyrirvara. Það ekki allt sem hún segir sem getur verið rétt og stundum hún líka með spuna og svona. Þannig að það ber að varast það svolítið. Mér fannst ég læra heilmikið það hvaða fyrirbæri þetta yfirleitt, því að ég hef svo sem ekkert kynnt mér það fyrr. Það ýmislegt sem að mig langar til að vinna úr og geta gert það hratt og ég hef hugsað mér að nýta mér þetta til þess. Það er frekar að ég til dæmis myndi taka að mér að kenna henni betri íslenska bragfræði. Það var þarna dálítið lágstöðlun og svona ýmislegt sem eru lítið. Hvernig slekki á hasardljósunum í Tesla ef þeir eru allt í einu komin á? Ég tek þessu ekki öllu bókstaflega en ég fæ góðar hugmyndir og stundum prófa ég með því að googla eitthvað annað eða spyrja einhvern annan. Sagan af Davíð og Golíat kemur óneitanlega upp í hugan þegar horft á þessar myndir. Og þetta úr dýragarðinum í Wrocław í Pólandi. Smár en spengilegur dátirstarfur af tegundinni Muntjak skoraði tæplega 2 tonna nashyrninga hólm. Tarfurinn ekki nema rétt 15 kíló. Dýrin ógnuðu hvort öðru þar til nashyrningurinn hörfaði. Starfsfólk dýragarðsins segir að nú sé fengitími hjá dádýrunum. Tarfurinn því uppfullur af testósteróni og orku og því til alls líklegur. Nýr íþróttaálfur hefur tekið við í Latabæ sem heldur upp á 30 ára afmæli með sýningu helgina. Forveri hans segir mikilvægt að njóta ferðalagsins. Latibær og litríkar persónurnar sem þar búa voru kynnt til sögunar í bókinni Áfram Latibær eftir Magnús Scheving árið 1995. Ég íþróttaálfur. Hugmyndin með Latabæ að hvetja börn og foreldra þeirra til hreyfingar og hollari lifnaðarhátta. Vinsælt barnaleikrit var gert eftir bókinni og rétt eftir aldamótin samdi Magnús við sjónvarpsstöðina Nickelodeon gerð sjónvarpsþátta sem nutu mikilla vinsælda víða heim. Fyrirtækið var í eigu erlendrar fjölmiðlasamsteypu frá 2011 til 2024 þegar Magnús keypti réttin aftur. Hvernig það svona fyrir því persónulega að taka við þessu aftur? Mér finnst það gaman en auðvitað maður svona smá þreyttur að hafa verið með Latabæ öll þessi ár en Latabæ hefur alltaf gefið mig tilbaka, sérstaklega þegar að fara eitthvað nálægt að sjá áhrifin. Helgina verður afmælissýning með nýjum leikhópi sem kynntur var í lok síðasta árs. Með nýrri kynslóð leggur Dýri Kristjánsson skóna á hilluna eftir að hafa skemmt landsmönnum síðustu 20 ár sem íþróttaálfurinn. Jæja maður minn, þá er loksins komið að þessu. Þetta er komið gott hjá mér. Takk þú endilega við. Vá. Og líka, ef þið vantar orku í skemmtunum þegar þú ert með krökkunum, þá er hér íþróttanami. Þetta er lykillinn eitthvað? Já, þarna færðu orkuna. Já, ekki finna. Gott. Og nýr íþróttaálfur segist spenntur yfir því sem koma skal. Það er bara ótrúlega gaman að fá bæta við sig nýjum verkfærum sem listamaður og það er náttúrulega kannski svona boðskapur íþróttaálfsins er að gefa af sér þennan jákvæða boðskap að það sé gaman að hreyfa sig og svona og hann þarf að vera mjög gefandi í leik og starfi og ég hef fullt að gefa þannig að þetta verður bara ótrúlega gaman. Dýri kveður hlutverkið sáttur en hvaða ráð hefur hann fyrir arftaka sinn? Það er aðalega bara að njóta ferðalagsins umfram allt af því að það er svo margt í því að vera íþróttaálfurinn og solla og fá tækifæri til að koma fram á svona mörgum stöðum og bara taka hvert einasta skipti sem þú færð að fara í búningin og njóta þess í staðinn fyrir að
flýta sér eitthvað í gegnum það, bara vera á staðnum og hafa gaman af. Og þá það veðrið áframhaldandi norðanátt með úrkomu á norðanverðu landinu á morgun, jafnvel rigningu við sjóinn en þurrt syðra, hiti verður kringum frostmark en við förum nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum. Evrópumót karla í handbolta hófst í dag og við lítum á fyrstu 2 leiki mótsins. Íslenska liðið leikur sinn fyrsta leik á morgun og óhætt að segja að liðsmenn þessu orðnir spenntir. Sjá liðinina, þá kemur svona ákveðið fiðringur, svona ákveðið smá stress en það bara gott. Við kíkjum einnig á spálíkan prófessors í Háskóla Reykjavíkur sem spáir Íslandi fínu gengi á mótinu. Og svo æsispennandi lokasekundur í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í íþróttum hér handan við hornið. Það var helst í þessum fréttatíma hátt í 10 NATO-þjóðir hafa ákveðið að senda hermenn til Grænlands. Varnarmálaráðherra Danmerkur segir hættuna gagnvart Grænlandi ekki liðna hjá þrátt fyrir að samræður séu hafnar milli Dana og Bandaríkjamanna. Dósendur refsirétti furðar sig á að 5 ára fangelsisdómur manns fyrir alvarlegt ofbeldi gegn sambýliskonu sinni hafi verið skilorðsbundinn. Hann nú ákærður fyrir gróf kynferðisbrot gegn ungri stjúpdóttur sinni. Það eins og lífið í húsinu stöðvist, segir kona í Kív sem býr við kulda og myrkur vegna rafmagnsleysis af völdum árásar Rússa. Neyðarástandi hefur verið lýst í orkumálum í landinu. Bæði ungir og aldnir flykkjast á námskeið gervigreind til þess að læra allt kosti hennar og galla. Hún kurteis og með svör á reiðum höndum við flestum spurningum. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og kastljósi. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka okkur kærlega fyrir samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Nelly og Nadine, sænsk heimildamynd 2 konur, Nelly og Nadine sem kynnast á aðfangadagskvöld árið 1944 í útrýmingabúðum nasista í Þýskalandi og hefja leynilegt ástarsamband.